Almáttugur Guð, sem skapaði ljósið og allt með orði sínu, kom til jarðar í annað sinn. Árið 1948, þegar greina fíkjutrésins, Ísraels, sem höfðu visnað í 1900 ár, urðu mjúkar og laufin spruttu, kom Kristur til Kóreu og byrjaði að prédika fagnaðarerindið. Landið sem spámenn Ísraels spáðu að Kristur myndi koma aftur til var ystu endimörk jarðar í austri Kóreu. Kristur kaus að þjást fyrir frelsun okkar. Hins vegar leituðum við aðeins að brauði fyrir líkama okkar, frekar en brauði lífsins fyrir sálina. 예수님이 주시는 그 생명의 언약, 내 살을 먹고 내 피를 마시면 너희 속에 생명이 있느니라. 그 이상 큰 이적이 없습니다. Brauð lífsins Krists hold og blóð. Takið og etið, páskabrauðið líkami minn. Þetta páskavín blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Kristur þurfti að koma í annað sinn með páska nýja sáttmálans til að frelsa okkur. Áður en Kristur fór aftur til himna, óskaði hann aðeins eins að þú öðlist hjálpræði. Ef Kristur hefði ekki komið til jarðar, hefðum við ekki vitað hvað kærleikur er. Ef Kristur hefði ekki þolað þjáningar, hefðum við ekki vitað hvað fórn er. Ef Kristur hefði aðeins verið á himnum, hefðum við ekki þráð hann. Við elskum Krist sem kom í annað sinn til að frelsa okkur. Heyrirðu? Heyrirðu Krist banka á dyr hjarta þíns? Kristur elskar þig. Hann vill veita þér eilíft líf.